Alþingi kemur nú saman á mikilli ögurstundu. Sumir myndu reyndar segja að svo ögurstund hafi verið á kjördag og skaðinn sé þegar skeður. En Framsóknarflokkurinn mun gera sem best úr þeirri stöðu sem upp kemur hverju sinni og berjast fyrir framfara málum, hvort heldur sem í stjórn eða stjórnarandstöðu. Í þeim miklu erfiðleikum sem þjóðin stendur frammi fyrir gott að hafa í huga að íslenska þjóðin hefur áður gengið í gegnum mikla erfiðleika og unnið mikil afrek. Þessi þjóð varð raunar til með miklum afrekum sem unnin voru til að leysa vandamál, ekki hvað síst efnahagsvanda. Alla tíð síðan hefur þjóðin þurft að takast á við erfið verkefni en ávallt leyst þau. Aðstæður aldir hafa gert það að verkum að það að hugsa í lausnum og að bjarga sér orðið þjóðareinkenni og stór hluti af menningu okkar. Ekki löngu eftir að forfeður okkar námu hér land komu þeir á fót þessari stofnun, Alþingi. Með því sýndu þeir mikið frumkvæði og nýja hugsun við úrlausn vandamála. Umfram allt sýndu þeir vilja til að leysa málin saman með því að skiptast á ráðum og hugmyndum. Með þessari nýju hugsun tókst fámennri þjóð að byggja upp stórkostlegt samfélag við erfiðar aðstæður. Við þær erfiðu aðstæður sem nú ríkja hefðu stjórnmálamenn átt að vinna saman að lausn vandans, leyfa lýðræðislegri umræðu að njóta sín og ræða tillögur sama hvaðan þær kæmu. Þegar síðasta ríkisstjórn siglt í strand hefði verið langæskilegast að mynda hér þjóðstjórn. Það var ekki hægt vegna þess að valdsækni Samfylkingarinnar kom í veg fyrir það. Samfylkingin vildi ekki ræða þjóðstjórn nema forsætisráðuneytið kæmi í hennar hlut. Eina lausnin var bráðabirgða minnihlutastjórn sem þó tók strax að haga sér eins og ráðurík meirihlutastjórn. Ekki var litið við tillögum frá öðrum flokkum, ekki einu sinni tillögum sem stjórnin hafði áður falast eftir. Í stað þess að vinna verkefnin sem voru skilyrði fyrir myndun minnihlutastjórnarinnar var tíminn notaður í kosningaáróður. Nú, þegar ríkisstjórnin búin að tryggja sér meirihluta, stjórnarliðar allt í einu farin að tala samvinnu og lýðræðisvæðingu. Það væri góður boðskapur ef hugur fylgdi máli. En tilefnið fyrst og fremst vandræðagangur stjórnarinnar með Evrópumálin sem hann hafði þá lofað kjósendum að leysa innbyrðis. Ekki gekk það á 100 dögum. Þrautalendingin var að ræsa spunavélina og halda því fram að það að láta stærsta ágreiningsmál ríkisstjórnarinnar óafgreitt bæri vott lýðræðisást. Vilja til að fela þinginu meira vald og gefa þingmönnum kost á að greiða atkvæði samkvæmt sannfæringu sinni óáreittir. Við skulum rifja upp hvað gerðist fyrir fáeinum vikum þegar 2 þingmenn Framsóknarflokksins sem voru sammála eitt af frumvörpum ríkisstjórnarinnar lögðu ólíkt mat á það hvort það væri þess virði að bíða í 2 daga eftir nýjum upplýsingum. Báðir höfðu mikið til síns máls og ekkert því til fyrirstöðu að þeir greiddu atkvæði í samræmi við ólíkt mat. En við það að þessi þingmenn greiddu atkvæði aukaatriði máls samkvæmt sannfæringu sinni og að Framsóknarflokkurinn léti slíkt viðgangast, fór Samfylkingin gjörsamlega af límingunum. Í fjölmiðlum létu Samfylkingamenn öllum illum látum og hér í þinginu boðaði stjórnin til fleiri neyðarfunda en hægt var að henda reiður á. Rætt var að stjórnin væri fallin vegna þess að þingmenn í flokki utan stjórnarinnar lögðu ólíkt mat á aukaatriði í einu stjórnarfrumvarpi. Og vel að merkja, það var alltaf talað afstöðu flokksins. Þingfundi var frestað aftur og aftur og loks var því hótað að þingfundur yrði ekki haldinn fyrr en Framsóknarflokkurinn skilaði málinu úr nefnd. Samfylkingin var tilbúin að taka löggjafarþingið í gíslingu af því að þingmenn fylgdu sannfæringu sinni. Þetta viðhorf annarra stjórnarflokkana sem nú talar að virkja vilja þingsins. Hvað með hinn stjórnarflokkin? Það ekki nema 18 mánuðir síðan formaður Miðstýrihreyfingarinnar græns framboðs, hæstvirtur fjármálaráðherra, flutti mikla og skörungslega ræðu eins og honum var svo tamt í sínu fyrra lífi mikilvægi þess að treysta stöðu Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu og þó sérstaklega minnihlutans gagnvart meirihlutanum. Hann rifjaði upp gömlu góðu dagana þegar reynt var að draga úr ágreiningi meirihluta og minnihluta með ýmsum ráðum, einkum með því að stjórnarandstaðan tæki forystu í hluta þingnefnda. Hæstvirtur fjármálaráðherra þótti hlutir síðan hafa þróast mjög á verri veg og staða þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu hafa veikst á ný. Hann útskýrði að staða Alþingis væri fyrst og fremst mæld út frá réttindum minnihlutans á hverjum tíma. Ráðherrann talaði kröftuglega mikilvægi þess að stjórnarandstaða kæmi að ákvarðanatöku og jafnvel að forseti kæmi úr röðum stjórnarandstöðunnar.
Svo benti hann á þá gríðarlegu lýðræðislegu afturför að í stjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks væri í fyrsta skipti nokkru sinni engin einasta trúnaðarstaða í höndum stjórnarandstöðunnar. Ráðherrann bætti svo við: það er dapurlegt að ekki vottar fyrir breytingu þó að Samfylkingin hafi nú tekið sæti í ríkisstjórn, flokkur sem stundum hefur talið sig umfram aðra flokka eiga eignarrétt á hugtakinu lýðræði og viljað ástunda samræðustjórnmál og guð má vita hvað.